Það er svo að halda áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 svo við tökum upp í Pakkhúsinu, þessu fallega húsi hérna í innbænum. En næst að við fá að tala fyrirbæri sem mér fannst svolítið spennandi þegar ég var að lesa það og í rauninni kannski ég skil það ekki alveg en það kallast fen og einhvers konar kapphlaup í tengslu við menningarhúsið Hof. Hvað fen eiginlega? Fen skammstöfun, ferð til endanætur og þetta svona eldingaratleikur stræti og torg Akureyrar sem verður á 29. ágúst á laugardeginum á Akureyrarvöku. Og þetta svona tilbrigði við það sem mann kalla leikhús sem oft leikhús sem tengt hinu almenna rými og þá í einhvers konar formi svona þema tengdum leik. Þannig að í þessum leik þá færð þú bara 2 borða, annan sem leikmannaborðin og hinn sem eldaraborði. Og það borðið sem þú vilt aldrei bera vegna þess að ef eldari nær þér, þá þarfst þú að gefa upp leikmannaborðan og setja upp eldaraborðan og fara að elda aðra. Þannig að það í upphaf leiks leikmenn og svo eldarar. Þannig að á hverju einasta horni geti leynst einhver sem geti klukkað þig. Á meðan þú ert að reyna að rata á staðsetningu sem við veist ekki alveg hvað Já. Þetta hefst sem sagt tiltölulega seint að kvöldi eða 8:30 og lýkur eitthvað svona undir 11, svona fyrstu að koma í mark svona 11. En þetta samt ekkert keppni bara fyrir íþróttafólk, þetta bara fyrir alla sem hafa náð 18 ára aldri og vilja svona takast á við svona skemmtilega áskorun hér og upplifa líka sitt umhverfi á nýjan hátt. Eins og maður þegar maður var lítill og var í eldingaleik hverfið sitt og þá tók það allt aðra mynd þegar einhver var að elda mann. Allt í náðum að koma á baka ykkur ruslfötu eða tré eða eitthvað. Og hvernig heldur að fólk sé klárt í að taka þátt í svona? Því þetta svolítið svona óöryggi, þú veist rosalega lítið og þarft svolítið að stökkva í djúpulögina og ákveða bara tökum upp leikleiðina og barnið sjálfum okkur og látum aða. Já, við vorum svo sannlega allavega viðtökurnar og fólk mjög forvitið hvað þetta Þetta líka viðburður sem á lítilli hátíð sem við erum að setja á laggirnar sem heitir Play Akureyri. Þannig að í framtíðinni verður þessa sömu helgi og Akureyrarvaka alltaf leikhúshátíð. Þannig að Akureyrar mega búast við á næsta ári verði annur og kannski aðeins meiri flóra af leikjum spilaðir í bænum. Ástæðan svo að við erum hér náttúrulega með mikið fólki sem að safna saman á Akureyrarvöku í hinu opinbera rými og þar fannst okkur tilvalið að bjóða það upp á einhverju svona ókeypis eða mjög ódýra afþreyingu eða möguleika á afþreyingu svona ofan á þetta festival og bjóða líka erlendum aðilum sem vilja prófa nýja leiki eða eitthvað til að koma hér og hitta fyrir Íslendinga. Þannig að þetta verður svona tilraunastofa, skemmti tilraunastofa. En þannig á sama tíma gæti verið dálítið mikið af fólki á ferli. Já, og það einmitt sem að gera þetta svolítið spennandi. Þetta verður svolítið að vera eins og í plaggat næstu eins og svona norræn spennumynd og það akkurat það sem þetta að þú ferð í það hlutverk að þú ert þú ert að rata á ákveðin stað innan ákveðins tíma, ramma og það einhver sem að elda þig á sama tíma. Guð minn almáttugur, ég fengi bara hjartaáfall. Hefurðu prófað svona? Ég hef leikið mjög svipaðan svona leik, já. Mér finnst þetta alveg æðislegt. Ég náðist nú mjög fljótt og þurfti að takast á við það að vera elda aðra. Já. En ef þú síðan nærð einhver, ég heyri að þú hefur kannski ekki náð neinum í kjölfarið. Nei. En ef þú hefði náð einhverjum, þá hefur þú getað haldið áfram eða hvað? Nei, það sem sagt þannig að það sem skemmtilegt við leikinn að það byrjar ákveðin hluti af leikmönnum sem segjum sér svo að við vonum að við náum allavega 50-60 manns til að spila þetta en hámarki eru 200 ég myndi sagt að við næðum svona 40-50 manns en það eru 6 eldarar til að byrja með en það margföldun á eldurunum því fleiri sem að nást því fleiri eldarar verða því erfiðari verður leikurinn þannig því lengur sem líður á leikinn meiri líkur að undir restina sé mikill hasar það sé herra hlutfall þeim sem að elda heldur en þeim sem raun og veru að ná að komast á leiðarenda. Þetta geti alveg orðið magnað í fólksfjöldunum, í myrkrinu, þetta svona 18+ útgáfan af gamla eltingaleikinu. Já, svolítið. En við endum síðan á í markinu sem ég má ekki segja hvað
á smá lítilli svona veislu með smá tónlist og verðlaunaafhendingu og eins og það verður alltaf að vera einhver svona Þetta er keppni? Já, það verður að vera einhvers konar bacon gulrót við endan á göngunum og mikið af þetta Já, þetta var frábært En þetta eins, við erum náttúrulega að reyna bara að rannsaka svona nýja miðla og reyna að færa Akureyringum eitthvað svona, einhverja nýja upplifun. Og þetta var ódýr þátttökugjald, var það Já, ekki? það er bara þetta skráningagjald, það er bara til að tryggja fólk. Hvað er það mikið? Það er 1800 krónur sem kostar að skrá sig. Þannig að það snýst meira um að fólk mæti á staði. Já, það er bara að tryggja þeir sem að það er svona gull, þetta kemur ekkert á móti kostnaði í leikinn. Nei. Frábært, og fólk getur bara skráð sig á menningarhús.is. Það er bara, þetta skráð sig þar, já, á mag.is er þetta skráð sig. Þetta er alveg tilvalið fyrir líka svona vinahópa, að taka sig saman og Það er eitt ráð, sko, ef þú ætlar að taka vinina með þér, ertu það vissum að velja fólk sem hleypur hægar þetta þú. Já, það er mjög skynsamlegt. Þannig að það gæti verið að einhver taki upp síma núna eftir og hringi ykkur vini sína sem haldaði séu verra formi. Já, vertu endilega með, það væri gaman fyrir okkur félagana. Það eru líka ráð svona inn á vefsíðunni, ráðum, svona helstu ráð til þess að maður tekst á við leikinn. En svona að lokum, er þetta bara þeir, þú veist, sá sem er í besta forminu sem mun vinna? Nei, það er nefnilega málið að þú þarf náttúrulega þú fær kort og þú færði ekki fyrsta kortið, það er bara merkt inn á fyrsta staðsetningi. Já. Þannig að þú þarft líka þetta blanda af líka af færni við að lesa kort og að skipuleggja sig. Því að þú fer beinustu leið, þá er mikla líkur að sú leið sé umsetin af eldurum. Þannig að þú þarft að nota líka svona herrkænsku. Þannig að þetta er samblanda af útsjónarsemi, herrkænsku, þrek og þori. Ég vona að þetta heppnist og það komi bara fullt af fólki því ég vissum það að það væri því fleiri því betra eiginlega. Ég hlakka til að sjá þig bara. Já, ég hef löggilt afsökun. Takk fyrir spjallið og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik og þá ætlum við að ræða aðeins ráðstefnu sem verður með þessa sömu helgi, þessa risahelgi sem Akureyrarvaka er. Þessi ráðstefna er dálítið forvitnileg og er undir yfirskriftinni Akureyrarborg og lok höfuðborgarstefnu, ef ég man þetta rétt. Höldum áfram eftir augnablik.